Maja fann oft fyrir þöglum þrýstingi, lærandi fram á kvöld fyrir listnámið sitt. Hún velti því fyrir sér hvort draumur hennar væri erfiðisins virði, fannst stundum þreytt. Faðir hennar, herra Sarma, studdi alltaf list hennar, kenndi henni þolinmóður nýjar blöndunaraðferðir fyrir lífleg litina. Blítt bros hans var stöðugu uppspretta hvatningar. Eitt kvöld þegar hún hjálpaði honum að taka til í gömlu vinnustofunni hans, fann Maja Rigoa kassa. Inni í þeim, vandlega innpökkuð, voru gömul listmunir og fallegar, ókláraðar landslagsmyndir. Lítill, föld dagbók lá undir þeim, opnuð á síðu þar sem stóð: draumur minn var að mála heiminn, en fjölskyldan mín þarf mig meira. Hjarta Maju verkjaði af skyndilegum skilningi. Hún áttaði sig á því að faðir hennar hafði eitt sinn haft sömu listrænu drauma og hún nú elti. Hann hafði ekki gefist upp á list vegna skorts á hæfileikum, heldur vegna óeigingjarnar ákvörðunar fyrir fjölskyldu sína. Hann hafði unnið aukavinnu og sparað hverja rúpíu, alltaf tryggt að Maja hefði bestu penslana og málninguna. Þöglástans varð skyndilega skýr. Tár streymdu í augu Maju. Hún skildi fórnir hans og umrætar vonir hans sem hvíldu á herðum hennar. Pabbi, þessar skissur eru ótrúlegar, hvíslaði hún geltvarlega í eina. Af hverju hættiru? HR. Sarma brosti dapurlega, augnaráð hans var fjarlægt. Sumir draumar bíða, svo nýir geta flogið, elsku mín, svaraði hann varlega og leit á Maju með djúpri ástúð. Hún faðmaði hann fast, ný og sterk ákvörðun fyllti hjarta hennar. Faðir hennar hafði ekki mist draum sinn, hann hafði ástúðlega plantað fræjum hans inn í hana. Hans þöglform var sterkur, ósýnilegur vængur undir eigin listrænum markmiðum hennar. Frá þeim degi málaði Maja ekki bara fyrir sjálfa sig, hún málaði til að heiðra ósagða ferðans. Hún meti þögla ástans og breytti fórnum hans í sinn mesta styrk. Muna eftir þeim sem lögðu leið ykkar með ósýnilegum tilráðnum. Þöglar fórnir þeirra verða oft háværustu hvatningarnar fyrir árangur ykkar. Ekki láta drauma þeirra dofna, gerðu þá stolta með því að elta ykkar eigin af öllu hjarta. Gerist áskrifandi að Íslandi Hegó, líkaðu við þetta myndband og skrifaðu athugasemd hér að neðan með minningu einhvern sem fórnaði fyrir þig.